Forsætisráðherra segir lögbann á fréttaumfjöllun Stundarinnar hafa skaðað sig, hann hafi aldrei óskað eftir lögbanni. Lögbannið stendur veikum fótum vegna dómaframkvæmdar tjáningarfrelsi fjölmiðla að mati fræðimanna í lögfræði. Ritstjóri Stundarinnar segir að ritstjórn blaðsins standi frammi fyrir sektum eða fangelsi ef hún virði ekki lögbann á umfjöllun byggða á gögnum frá slitabúi Glitnis. Fræðimenn í lögfræði telja að lögbannið standi veikum fótum vegna dómaframkvæmdar tjáningarfrelsi fjölmiðla. Þorbjörn Þórðarson. Ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík að verða að hluta við beiðni Glitnis Holdco lögbann á fréttaumfjöllun Stundarinnar umdeild. Í lögbannsbeiðninni vísað til ákvæðis bankaleynd í lögum fjármálafyrirtæki. Stjórnendur Glitnis Holdco báðust undan viðtali en sögðu að megin tilgangur lögbannsins hafi verið að verja hagsmuni þúsunda viðskiptavina Glitnis, enda hafi Stundin boðað frekari umfjöllun byggt á stolnum gögnum. Í málinu vegast á hagsmunir Glitnis Holdco og þeirra sem upplýsingarnar náð til, annars vegar, og hins vegar réttur Stundarinnar til að segja fréttir og þar með réttur almennings til að fá þessar fréttir. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur margsinnis slegið því föstu í dómum sínum að fjölmiðlar gegni hlutverki varðhunda almennings í lýðræðisþjóðfélagi og einungis sé heimilt að skerða tjáningarfrelsi þeirra ef skerðingin talin nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. Hæstiréttur Íslands hefur á undanförnum árum reynt að innleiða aðferðafræði réttarins í dómaframkvæmd sinni, enda hefur íslenska ríkið margsinnis fengið á sig áfellisdóma út í Strassborg vegna brota á 10. grein mannréttindasáttmálans sem fjallar tjáningarfrelsi. Eiríkur Jónsson lagaprófessor segir að mjög mikið þurfi að koma til svo að heimilt sé að leggja algjört fyrirfram bann við umfjöllun fjármál forsætisráðherra í aðdraganda alþingiskosninga. Já, sko, að því marki sem að lögbannið takmarkar umfjöllun málefni forsætisráðherra og valdamanna í aðdraganda kosninga, þá tel ég líklegt að það yrði ekki talið standast. Þetta yrði þá brot á 10. grein sáttmálans? Já, ég myndi halda það. Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður, segir klárt að upplýsingarnar sem birtar hafi verið í Stundinni í brýnt erindi við almenning. Ragnar einn eiganda réttar sem gætt hefur hagsmuna blaðsins. Miðað við þær upplýsingar sem birtar hafa verið fram á þessu, þá alveg augljóst að það er erindi við almenning í landinu og það var hreinlega beint skylda fjölmiðilsins að birta þessar upplýsingar úr því hann fékk þær í hendur. Hann komst ekkert undan því. Það kunna vegast á þarna sérstök sjónarmiðum friðhelgi einkalífs en þarna trompar tjáningarfrelsið og sérstaklega réttur fjölmiðla þau réttindi vegna þess að er að ræða opinberar persónur og vegna þess að er að ræða eitthvað sem skiptir verulegu máli í þjóðfélagsumræðunni. Jón Trausti Reynisson, ritstjóri Stundarinnar, segir að ritstjórn blaðsins standi frammi fyrir sektum eða fangelsi ef það virði ekki lögbannið. Umfjöllun Stundarinnar núna komin í bið og það lítur allt út fyrir að hún verði þannig fram yfir kosningar. Okkur semst lagalega óheimilt að halda áfram að fjalla málið, sama hversu mikilvægt okkur kann að þykja að koma það framfæri við almenning og við erum auðvitað í svona siðferðislegri valkreppu. Hún felist í því að virða lögbannið eða miðla upplýsingum sem eigi erindi við almenning og taka afleiðingum þess. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, segir að ákvörðun Glitnis Holdco hafi skaðað sig, enda hafi hann aldrei óskað eftir lögbanni á umfjöllun Stundarinnar. Hann segist fyrst hafa frétt af málinu eftir að beiðni lögbann var lögð fram. Þorbjörn aftur. Hvenær fréttirðu fyrst af þessu? Eftir að lögbannið var komið fram. Í fréttunum bara þá? Eftir að lögbannið var komið fram, eitthvað starf, já. Fréttum væntanlega. Þetta að koma á mjög óheppilegum tíma fyrir mig. Þetta snýst á mjög skömmum tíma það að það sé verið að stöðva fréttaflutning af mér. Ég hef í áraraðir ávallt litið þannig á að maður í minni stöðu þyrfti einfaldlega að svara því sem að honum væri beint. Ég hef aldrei farið fram á það að fréttir verið stöðvaðar eða lögbann yrði lagt á mál sem að vörðuð almenning. Bjarni segist ekki vita til þess að neinn sem vilji skaða hann hafi staðið á bak við lögbannið. Ég vil bara það koma fram að ég hef fyrir mörgum árum síðan sætt mig við það að í minni stöðu forystumaður í stjórnmálum, maður sem sækist eftir því að vera í miklum ábyrgðarstöðum fyrir þjóðina, hann verður að gefa eftir af persónufrelsi sínu. Það er hægt að fjalla forystumenn í stjórnmálum með mun víðtækari hætti heldur en gildir allan almenning í þessu landi.
Og meira af þessu, Guðlaugur Þór Þórðarson, starfandi utanríkisráðherra og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður, segist alfarið á móti því að lögbann sé sett á umfjöllunum forystumenn í þjóðfélaginu. Engu máli skipti hvort þeir forystumenn séu í hans flokki eða öðrum. Guðlaugur Þór var gestur kosningaspjalls Vísis í dag. Það eðlilegt í opnu lýðræðisþjóðfélagi að fjölmiðlar benda á einhverja hluti ef þeir telja að það sé maðkur í misjunni eitthvað sem að misfarið Og þessi slitastjórn Glitnis tengist okkur ekki með neinum hætti, þetta í eigu erlendra kröfuhafa og mér finnst svolítið sérstakt að þeir komi núna með þetta 10 dögum eftir að þessi umfjöllun fór af stað. Hvenær fréttirðu fyrst af þessu? Eftir að lögbannið var komið fram. Í fréttunum bara þá? Eftir að lögbannið var komið fram, einhvers staðar, já. Fréttum væntanlega.